Hérna erum við Þorlák Árnason, nýráðinn þjálfara Vestfjarða Skalla í fótbolta. Hvernig leggst þetta í? Þetta leggst bara frábærlega í mig og ekki síður fyrir það að það er alveg geggja veður. Man er búin að vera í rigningartímabili í Reykjavík í 3 vikur, þannig að það er bara frábært að koma norður. Það er búið að rigna eins og enginn hafi verið morgundagur hérna í síðustu viku. Þú kemur með sólina með þér. Nú, já. Já, það er bara, eins og ég segi, það er bara ótrúlega gaman og spennandi tíma framöndan vonandi og verður gaman að takast á við þetta. Þetta var kannski ekki eitthvað sem að ég átti von á, en á endanum þá var bara tikkaði þetta í öll bóksin. Þegar þú komst á Kína, þá var þetta kannski ekki alveg eins og segja það sem þú áttir von á? Nei, já, þú veist, ég er búinn að vera núna í 3 mánuði að skoða vinnu, bæði erlendis og síðan eitthvað hérna heima og mér fannst bara þegar ég hitti Þórsarana að við vorum bara að tala sama tungumálið og þetta var bara auðveld ákvörðun. Þórslið verið talað um því allt sumar rosalega stór hópur á ungum og efnilegum drengjum, þannig að þú færð þarna hópa leikmennu sem þú getur mótað eftir eigin höfði og sett þitt fingur að fara á. Já, það eru spennandi strákar í Þórsliðinu. Suma þekki ég bara nokkuð vel í kringum U15 landsliði og 17 landsliði sem ég var með og Orri var óhræddur við að gefa þessu leikmennu tækifæri sem að bera hrósanu fyrir og það er bara mitt starf er að reyna að taka þá bara næsta level og vonandi verða eldri leikmennirnir eða reyndari leikmennirnir í hópnum, bæði sem eru núna fyrir og vonandi koma til þess að styrkja liðið. Hjálpa mér að taka þessa stráka þá á næsta level. Það er náttúrulega þessi eldri reyndari, þeir náttúrulega rosalega mikilvæg til þess að veita hinum öryggi inn á vellinu. Já, það er náttúrulega bara, þá eru búið að missa mjög sterka leikmenn undanfarið eins og Alvaro á miðju tímabili og svo Jóhann Helgi hættur og undan því Sveinn Elías og Ármann, þú veist, þetta eru sterki karakterar sem hafa horfið á braut, þannig að það er ekkert skrítið að liðið hafi verið að ströggla, en við ætlum bara að leggja mikið á okkur og ég hef trú á þeim leikmennum sem ég þekki í þessu liði og veit að það býr meiri í þessu liði. Þannig að vonandi snúið því fljótt við genginu. Þú náttúrulega eins og nefnir á, þú náttúrulega þekkir töluvert á yngri leikmennu sem að þú hefur kynnst í gegnum verkefni að KSÍ þar sem þú náttúrulega varst þjálfari í yngri landsliðum. Já, ég var náttúrulega með Bjarka í 17. landsliðinu og ég sett hann náttúrulega í bakvörðinn á sín tíma og ég veit ekki hvort við sáttu við það í byrjun en hann er ennþá þar og síðan hafa margir verið hjá mér í hæfileikamóti KSÍ og í kringum 15 landslið og þannig að ég þekki töluvert af þessum leikmennum sem eru svona frá 16-17 ára upp í 24 ára. Þannig að þú tekur þetta verkefni alveg óhræddur að þér? Já, þetta var bara, eins og ég segi, maður stundum fer eftir heilanum og stundum fer eftir hjartanu og það var hjartaði þetta skiptið. Það var bara fundurinn með stjórn og framkvæmdastjóra og íþróttafulltrúa og mér fannst þetta bara að vera ótrúlega mikil áskorun og bara erfitt verkefni og það finnst mér skemmtilega að stunda. Og þeir hafa greinilega ekki fellt frá? Nei, hafa grillað hérna meira að segja sko fyrir mig hérna í kom fund, þannig að þú veist, það var það liggur við geta klárað þetta bara samdægus. En þannig að þú lítur björtum augum til framtíðar? Já, þetta er bara rosa spennandi. Þór þú veist, í mínum augum bara risa klubbur og stuðningsmennir eru geggjaðir. Maður hefur komið hérna og kannski ekki fundist þeir mjög skemmtilegir þegar maður kemur hérna að spila. Þeir eru aggressífur og háaðasamir en því líka ástríða sko í þessum klubb og okkar hlutverk náttúrulega leikmanna og okkar þjálfaran er að gleðja og búa til minningar fyrir stuðningsmenn. Það er fyrsta markmiðið. Nú heyrur þau kannski þegar Stúka syngir velkomnir í þorpið, nú leggur annað skilning í það? Já, klálega, sko. Ég er náttúrulega alinn upp í Vestmannum og svona svipaður kúltúr í Þór og í Eyjum, sko. Það er náttúrulega flesti koma á völlinn til þess að öskra á dómara, sko. Þannig að en vonandi náum við svona að fá bæði í plan. Það má alveg öskra aðeins á dómarana og styðja liðið og við þurfum á því að halda. En menn þurfa að passa sig að fara ekki yfir strikið? Já, það er bara eins og öllu, sko. Það er bara alveg sama með okkur þjálfarann og fólkið. Þú ert ekki þannig að setja neinn markmið? Nei, ekki ennþá. Ég náttúrulega bara fyrst og fremst held ég að sé mikilvægt fyrir Þór að búa til sérstöðu, að búa til ákveðin leikstíl og ákveðin DNA og þetta hefur verið í gegnum tíðina, kannski máttur að skýrara og vonandi tekst það og svo þarf auðvitað bara að viðhalda þessum baráttu anda sem bara alltaf fundist að væri í Þór og vonandi tekst manni að vekja það. En það er bara
það fullt af hlutum sem maður vill gera og maður þarf að byrja bara á leikmannamálunum, þú veist, hverjir verða áfram og byrja á þeim leikmennum sem eru fyrir og síðan fyrir við að kíkja hérna á leikmenn sem við viljum fá til okkar og mynda þetta bara svona koll á kolli. Og samlega þessu verður svona í stefnumótun og öðru svona fyrir starfið? Já, hérna, það fannst mér einmitt spennandi að þeir vildu hérna fá mig til að hjálpa til með það og ég held að svona mín reynsla bæði í Hong Kong og KSI og sem yfirþjálfari hjá Stjörnunni á sínum tíma og fleiri liðum, það mér hjálpa til við það en bara númer 1 og 3 er að vinna fótboltaleiki og þróa leikmenn. Ertu hann sleipur í kínversku? Heyrðu, nei, ég svona get sett hæ og bæ og skil svona aðeins, en nei, það fór aldrei að það stig að ég var að fara að bjarga mér einhvers staðar út á förnum vegi. Mest að fara að læra norðlensku og segja Akureyri og fara í strætó. Já, ég var reyndar á Ólafsfirði í 3 ára að spila, sko, þá hérna var hrikalega linnmæltur, sko, þegar ég kom þangað og mikið gert grín að mér, þannig að maður er svona, já, ég veit ekki hvort ég verði þar, en hérna, kannski seinna. Sjáum til. Ég sé bara velkomin í þorpið, velkomin til Akureyrar og gangið vel. Takk hérlega fyrir það.